Ekki alltaf Serbía, hvernig bara líður ykkur hérna? Okkur líður bara mjög vel, hópurinn er góður saman, það er rosalega heitt úti en mjög mikil stemning. Hvernig hefur bara gengið að æfa í þessum hita? Sko það hefur eiginlega gengið furðu vel en maður þarf alveg að stoppa á sér, eða það er vatnspása reglulega. Svona sem íslensk landsliðskona, maður er ekkert kannski vanur þessu eða? Nei, allan ekki ég. Þetta er svona, þú veist, eins og segir, þeir eru að taka marga vatnspásur á æfingum og þannig. Já, það eru líka með svona klaka og eitthvað sem maður setur á bakið, þannig að það er rosa næs. Þarna bara svona undirbúningurinn hérna, má ekki segja að þið séu svona í bara smá búblu á þessu svæði og undirbúingur? Jú, þetta er mjög þægilegt allt saman, það er ekkert áreiti utanfrá og þetta er bara við stelpurnar að hanga saman allan daginn sem náttúrulega styrkir bara liðsheildina. Svona bara staðan á hópnu núna, bara býstu góð ekki? Jú, við erum ákveðnir að standa okkur vel og við erum með sterkt lið, þannig að þetta er eitthvað veisla framöndan. Hvernig var bara fyrir þig að fá kallið að voru í EM-hófinu? Það var ótrúlega skemmtilegt, mjög mikill heiður og ég er stolt af því, þannig að já, ég er bara ótrúlega spennt fyrir þessu verkefni. Svona, getur sagt okkur meira hvernig þú fékkst kallið, hvernig fékkstu að vita á þessu þannig? Ég sá í rauninni bara vídeo á Instagram sem KFC postaði og þannig fekk ég að vita. Varstu eitthvað stressuð fyrir þetta? Þú varst búin að vera svolítið mikið í hópnum myndafinu? Maður er alltaf smá stressaður fyrir ykkur svona, en það var mjög gott að fá kallið. Svona, er lengi búið að vera draumur eða eitthvað? Já, þetta er búið að vera að mynda EM 2025 upp á vegg hjá mér heil lengi. Búin að setja plaggat á þessu upp á vegga? Já, það var þannig heima hjá mér. Það er búið að vera skýrt markmiðar. Mhm. Þetta 5. stórmótið í röð, eða 5. Evrómótið í röð sig hjá íslenska kvennalandsliðinu. Hver eru bara svona þínar fyrstu minningar af EM? Ég fór til Hollands 2017. Það var geggjað. Ég var staður á ég ætlaði að komast ekki daginn á stórmót þá. Gaman að upplifa drauma núna? Er þetta svona eins og bjóst við það? Já, þetta er alveg, hlakkar rosalega mikið til að koma til Sviss og sjá allt þar en nú er náttúrulega bara fókus á undirbúning hér. EM 2017, úrslitin þar kannski voru ekkert frábær en hvernig var bara upplifunin að vera á því móti? Já, það var bara geggjað sko. Ég var þarna með allir í fjölskyldunum minni og það var bara mjög skemmtilegt. Svo segir, var staðráðin í þar að vera leikmaður liðsins á einhverju svona stórmóti einn daginn? Það var þannig. Þannig að styttist heldur betur í móti í Sviss, svona, maður búast við fyrir eitthvað svona jöfnum riðli en markmiðið klálega skýrt eða eitthvað? Já, við ætlum upp á riðlinum og við þurfum alltaf bara að taka einn leik í einu og vinna einn leik í einu, en markmið okkur skýrt og við ætlum upp á riðlinum. Fyrst að prófið hérna í Serbíu á föstudaginn, hvernig bara leggst á leikurinn? Bara ótrúlega spennandi, gott að geta nýtt eða fá leik til að æfa sig, þannig að ég er bara ótrúlega spennt fyrir þeim leik. Svona, þú veist eins og segir, stutt í mótið, er það eitthvað byrjað að skoða andstæðingana á mótinu? Já, við erum eitthvað aðeins byrjað að fara yfir andstæðingana, en svo erum við líka búin að vera að skoða Serbíu og undirbúa okkur fyrir þann leik. Hvernig bara meturðu möguleikana okkar á þessu móti, eru þau góðir? Já, ég myndi segja að við erum góðir, eins og ég sagði hann, við erum með gott lið og sterka liðsheild og liðsheildin kemur mann oft langt, svo erum við líka bara með frábæra einstaklinga sem geta búið til eitthvað inn á vellinum, þannig að bara ótrúlega spennandi. Sá myndin á samfélagsmiðlum daginn, Kristjánstad tengingin, hún er sterk í þessum hóp? Hún er sterk sko, við erum í ákveðni búblu hérna. Nei, en það er bara geggjað að hafa það með mér í þessu og Tinnu sjúkraþjálfari, hún er komin í teimi, hún er bara geggjað. Hvernig er bara lífið í Kristjánstad þessa dagana? Heyrðu, það er bara mjög gott. Þannig alltaf munum öll að hafa Íslendingana, við hungum mikið saman utan vallar og svona. En svo gengum við líka vel núna eftir bröðsalabyrjun, þannig að... Þið eru bara í hörku baráttu í deildinni? Já, við settum okkur líka skýr markmið fyrir mót að við ætlum að vera í toppbaráttunni og ná gullinu, þannig að við stöndum ennþá á bak orða okkar þar. Saknaði ekkert að hafa Hlín í liðinu? Jú, ég sakna Hlín mjög mikið, bæði innan og utan vallar, en ég er líka ótrúlega stolt af henni og bara spila í ensku úrvalsdeildinni líka hjúts. Er þetta eitthvað sem þú vilt upplifa í framtíðinni? Já. Það er bara svoleiðis, ertu með eitthvað lið í huga í Englandi? Nei, ekki þannig sko, ég er mikill púlari, þannig að það var gaman að spila Anfield. En já, bara Íslandsþengin í Kristjánstad, hún er áfram sterk, eru þið bara að tala íslensku í klefanum endalaust? Sko, ég tala alveg meira íslensku en eitthvað annað tungumál þarna úti, en já, við reynum nú að passa okkur og skamma hann daginn sko, tala ómiklu íslensku, þannig að við maður reyna að tala meira ensku og sænsku. En já, sterk íslenskstenging hérna. Þú veist, fara út í atvinnumennsku og fara bara í þetta umhverfi, þetta hlýtur að hafa verið bara virkilega jákvætt skref fyrir þig. Já, þetta er náttúrulega bara ómetanlegt. Ég veit að þetta er ekki svona allstaðar og ég er ótrúlega þakklátt fyrir fólki sem ég er með þarna úti. Og það verður rosalega erfitt að fara frá Kristjánstad þegar því kemur, en á meðan ætla ég bara að njóta þess að vera þar. Þú ert orðin fyrirliði þarna, 19 ára ennþá það ekki? Ég er orðin 20. Þú ert orðin 20, hvernig er að vera bara svona ung fyrirliði í þessu lið?
Mér finnst það bara gaman sko, ég held að sé bara svona eitthvað hluta af mínum karakter og ég ekkert að haga mér öðruvísi núna þess að ég kom með bandinn og völlin, en það er náttúrulega bara ótrúlega mikið heiður og mér þykir vænt hennar klúbb, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Var það eitthvað sem þú varst að búast við bara fyrir tímabilið núna, var þér orðin fyrirlið? Nei, ég get ekki sagt það, en það var rosalega gaman að fá hérna spjallið og traustið. Myndirðu segja að þú sért þessi fyrirliða típa? Sko, í mínum hausi er engin ein típa sem á að vera fyrirliði, en það er náttúrulega 11 leikmennir á vellinum og yfirleitt 11 leiðtogar inn á vellinum, þannig að það bara svona leiða allir á sinn hátt. En þau sá eitthvað í mér hana, þjálfararnir. Skemmtilegt að fá að vita að þú verðir fyrirliði liðsins. Já, mjög. Hvernig bara þessir, nýju þjálfarar, svo má segja, þú veist, ekkert langt síðan Elísabet fóruðan, hún var búin að vera þannig í ykkur 13 ári eða eitthvað. Nýju þjálfararnir að gera góða hluti? Já, þeir koma náttúrulega að góðu búi. Elísabet er náttúrulega búin að leggja bara mjög góðan grunn þarna, en þeir eru búin að standa sig ótrúlega vel og eru ótrúlega flott saman. Þeir eru náttúrulega 2 aðalþjálfarar. Bara í lokin besta deild kvenna búin að vera rosalega skemmtileg ár. Þú ert ekkert svo langt sem þú fórstu deildinni. Þróttur að gera góða hluti. Ertu eitthvað búin að fylgjast mikið með þeim í sumar? Já, ég er að fylgjast með þeim, sko. Það er ótrúlega gaman hvernig þeir eru að spila og hvað Óli er að gera með þetta lið. Þannig að ég held bara ótrúlega mikið með þeim. Heldur að það getur orðið Íslandsmeistarar? Það held ég. Er þetta eitthvað flókjað inn eitthvað eftir að þjálfa Breiðablik? Já, og svo er ég uppalinn Valsari. Þú veist, ég bara held með mínu fólki þarna heima. Já, það er bara svoleiðis. Katla, takk hérlega fyrir þetta.